KA tekur á móti ÍA í 7. umferð Pepsi-deildar karla miðvikudaginn 14. júní kl. 19:15. Við bendum á að þetta verður fyrsti leikur KA í deildinni sem verður ekki sýndur á Stöðvar Sport og það því ekkert annað í stöðunni að drífa sig á völlinn og hvetja okkar lið til sigurs. Fyrir leikinn KA í 4. sæti deildarinnar með 11 stig og aðeins 2 stigum til toppliðunum. Í síðustu umferð vannst frábær útisigur í Ólafsvík þar sem Emil Lyng gerði 3 og Elvar Árni Aðalsteinsson 1 mark. Skagamenn hafa hins vegar átt brösugri byrjun og sitja í næst neðsta sæti með 3 stig. Helst því að kenna að liðið hefur fengið sér flest mörk í deildinni eða 17 talsins. Eini sigur ÍA í sumar kom í Vestmannaeyjum þar sem Skagamenn unnu 1-4 sigur og skoraði fyrrum leikmaður KA, Arnar Már Guðjónsson, stórglæsilegt mark sem var einmitt valið mark mánaðarins í deildinni. Arnar spilaði 46 leiki í deild og bikar fyrir KA og skoraði þeim alls 8 mörk. Gunnlaugur Jónsson þjálfari Skagamanna en hann okkur vel kunnur enda stjórnaði KA sumrin 2011 og 2012. Seinna ári var KA í mikilli baráttu sæti í efstu deild en slakur árangur gegn neðstu liðum deildarinnar kom í veg fyrir það. Gunnlaugur hætti svo með liðið vegna fjölskyldu aðstæðna. Liðin hafa mest 47 sinnum í opinberri keppnu og tölfræðin ekki alveg með okkar mönnum. KA hefur unnið 7 leiki, 11 sinnum hafa liðin gert jafntefli og 29 sinnum hafa gestirnir farið með sigur á hólmi. KA hefur gert 41 mark í þessum leikjum en ÍA alls 94 mörk. Hér sjáum við brot úr leik liðanna á Akureyrarvelli sumarið 1988 en KA vann þá góðan 3-2 sigur þar sem Örn Viðar Arnarsson skoraði 2 mörk og Antoni Karl Gregori 1 fyrir KA. Gunnar Jónsson og Haraldur Ingvarsson gerðu mörk Skagamanna. Síðastra liðið mættust þá var það á KA-vellinum í undanúrslitum Lengjubikarsins árið 2015. Eftir venjulegan leiktíma var staðan jöfn 1-1 og var farið beint í vítaspyrnukeppni. Þar stóð KA uppi sem sigurvegari eftir að hafa skorað öllum sínum spyrnum og 4-2 sigur staðreynd. Jóhann Helgason, Júraj Grísel, Atli Sveinn Þórarinsson og Elvar Árni Aðalsteinsson tóku vítin og Serdan Rajkovic í markinu varði lokaspyrnuna. Við hvetjum ykkur öll til að mæta á Akureyrarvöll á miðvikudaginn. Það var búast í hörkuleik og strákarnir eiga það svo sannarlega skilið við mætum og styðjum þá. Leikurinn hefst kl. 19:15 en við bjóðum upp á grillaða hambúrgara, þannig að það að gera að mæta tímalega og hafa gaman. Áfram KA! Við erum KA menn, Akureyrar, stoltir.